Já, Ingibjörg, bara virkilega súrt tap í dag, bara hvað gerðist í þessum leik? Ótrúlega margt sem gerist. Við náðum ekki að mæta klárar í fyrri hálfleik. Við vissum að það væri stress á fyrstu mínútunum og við náðum ekki að hrista af okkur eins og við vildum. Síðan bara ótrúlega margt sem gerist í þessum leik í framhaldi. Stressið fyrstu mínúturnar, þetta er margar á öðru stórmótinu, margar á þriðja stórmótinu, á þetta ekki að vera orðið einhvern veginn venjulegt? Það er mjög auðvelt að segja að þetta eigi að vera venjulegt, en stórmót er stórmót. Við viljum ótrúlega mikið, við viljum vinna, við viljum komast áfram. Með þeim markmiðum kemur pressa sem við setjum okkur sjálfar og með pressu kemur stress og spenna og þannig að það er mjög erfitt að nýta. Maður getur nýtt reynslu sinni í þetta og minnka stressi, en það verður alltaf stress, það verður alltaf spenna. Þannig að við þurfum auðvitað bara að læra þessu og við þurfum að gera betur næst, en á samanskapi er þetta er fyrsti leikur stórmóti, það er allt opið, þannig að við erum ekki alveg að grafa hausinn niður í sandinn, sko. Talandi bara stóru atvikin í leiknum, hvað fannst þér seinna gula hjá Hildi og þar með rautt? Ég bara vikuna, ég sá þetta ekki, ég sá ekki alveg hvað gerist og það var mjög erfitt að sjá þetta út af það var mikið að gerast, en hún var alveg handviss þetta dómarinn og þá var lítið að segja við hana. Það var bara röð vondra atburð, þannig að Hildur fær rautt og Glódís vera vell í hálfleik, alltaf rosa vond að missa fyrirliðann út af í hálfleik. Já, það er rosalega vond, en við þurfum að vera viðbúin þessu og við fannst þið ná að tækla alveg ágætlega og já, hún vonandi fá hana inn í næsta leik. Veistu hvað gerðist hjá Glódísi? Hún er bara búin að vera mjög slöpp og bara búin að gera allt sem hún getur til þess að koma tilbaka fyrir hann leik, búin að prófa allt og hún er bara algjör hetja fyrir að hafa komið inn á þessum leik bara. Hvernig er bara stemningin inn í klefa núna? Það er auðvitað súrt að tapa fyrsta leik, en á samanskapi verður fljótar að skipta hugafar og bara hugsa næsta leik. Þetta er stórmót, það eru 3 dagar næsta leik, við þurfum að fókusa hann og við vitum það að þetta er langt mót og við ætlum okkur að komast áfram og þá þurfum við að vinna allavega næsta leik og við byrjum á því. Hafið þið ennþá trú að þið getið náð þessum markmiðum og komist upp úr riðlinum? Já, 100%. Þetta er fyrsti leikur. Það eru 60 eftir í pottinum. Ef við vinnum báða leikina og byrjum á næsta leik þá er allt opið. Takk fyrir þetta, Ingibjörg.